hvíldardaginn. Heyrðu sig í mér. Góðan og blessaðan hvíldardaginn og veru öll hjartalega velkomin. Við skulum hefja stundina Jesú nafni með því að syngja sálmun með 146. Við skulum finna okkur sálmun númer 335 og við syngum 3 fyrstu erindin. Ó, það núna? Og við eitthvað smá rugglast? Ok. Það rugglast prógramið. Ok. Þá syngjum við 334 í staðinn.
Já, ritningar okkar tekin úr Filippíbréfinu 2:3-8, en áður en að ég les það, þá hérna smá inngangur sem frá Ívo sem ég ætla að lesa. Inngangur að Filippíbréfinu 2:3-8. Áður en við opnum orð Guðs vil ég spyrja þig, hver mikilvægi okkar í þessum heimi? Í okkar heimi táknar mikilvægi oft vald, viðurkenningu og stjórnun, en í konungsveldi Guðs byrjar mikilvægi með auðmýkt. Í dag sýnir textin okkur hvernig Jesú lagði niður sinn rétt og ákvað að tæma sig. Textin sem við erum að fara að hlusta á lýsir hugarfari sem snýr mikilvægi þessa heims á hvolf. Þegar við hlustum skulum við láta orðin rifja upp okkar eigin erfiðleika og bjóða hugarfari Krists heim. Og það sem sé Filippíbréfið 2:3-8, ef ég finn það. Já, Filippíbréfið 2:3-8. Gjörið ekkert af eigingirni eða hégómagirnd. Verið lítillátir og metið aðra meira en sjálfa yður. Lítið ekki aðeins á eigin hag heldur einnig annara. Verið með sama hugarfari sem Jesús Kristur var. Hann var í Guðs mynd en hann fór ekki með það sem fengsinn að vera Guði líkur. Hann svipti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og var mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lægði sjálfan sig, var hlýðinn allt í dauða, já, dauðans á krossi. Skulum biðja. Kærleysríki Faðir á himnum, þakka þér fyrir þessa miklu fórn sem þú færðir fyrir okkur, þolinmæðina og kærleikan sem þú sýndir okkur. Þakka þér fyrir þetta allt, Drottinn, og þakka þér fyrir að þú hefur lofað því að koma aftur og sækja okkur svo við getum verið hér þér alla eilífð. Þakka þér fyrir að þú fyrirgefur okkur og leiðir okkur. Hjálpa okkur að vera trúfast og þolinmóð og sýna öðrum kærleika. Drottinn, þakka þér fyrir hvíldardaginn sem þú hefur gefið okkur. Þakka þér fyrir að við getum verið hér í þínu húsi og biðjum að þú blessi ræðumanninn, sendir okkur orð frá þér í gegnum hann. Blessa okkur með nærveru heilags anda. Takk fyrir allt, Drottinn, og leggjum allt í þínar hendur í Jesú nafni. Amen. Nú syngjum við sálma númer 399. Ok, 335. Allt. Þrjú erindi.
Þá komið að við tökum upp gjafir og þær sennilega í safnaðarsjóð, það ekki? Gjafir í safnaðarsjóð. Kærleysríki Faðir á himnum, þakka þér fyrir þessar gjafir, eftir margfalda þeirra að blessa og gefa það komið góða nótum í þitt málefni. Í Jesú nafni. Amen. Þá syngjum við barnasálminn okkar, hann númer 179. Þá komið að barnasögu, en hver skildi vera með hana? Ok, Agnes, gjör svo vel. Já. Virkar þetta? Já. Góðan daginn. Ég ætla að lesa bara eina sögu fyrir ykkur hérna sem að mér finnst mjög svona allan að góð saga.
Og ég ætla að reyna að snúa bókina við þannig að þið sjáu myndirna líka. Viltu setjast þarna og sjá myndirnar? Eða viltu setja í mömmu? Okay. Sjáu myndirnar. Allan að krakkarnir, kannski ekki allir fullorðnir, en vimmarnir voru smávaxið fólk úr tré. Allt tréfólkið var skorið út af trésmiðnum Eli. Verkstæðið hans var efst upp á hæð með útsýni yfir Vimmaþorpi. Vimmarnir voru ólíkir hver öðrum. Sumir voru með stór nef, aðrir stór augu. Sumir voru langir, aðrir stuttir. Sumir með hatt á höfðinu og aðrir í jökkum. Samt sem áður voru allir vimmarnir skornir út af sama trésmiðnum og allir bjuggu þeir í sama þorpinu. Á hverjum einasta degi gerðu þau það sama, gáfu hvort annað lífmiðum. Þau áttu öll box með lífmiðum í. Sumir voru gylltir stjörnulímmiðar og aðrir voru svartir blettalímmiðar. Daginn út og daginn inn gengur og gáfu hvort annan límmiða, annarkvort stjörnu eða blett. Fallegu vimmarnir, þeir sem voru tálgaðir úr úrvalsviði og málaðir með gæða málingu, fengu alltaf gylltar stjörnur. Þeir sem voru ekki úr nógu vönduðum viði eða með flagnaða málingu, fengu hins vegar svarta bletti. Hæfileikaríkir vimmar fengu líka stjörnur. Sumir gátu lyft þungum staurum hátt yfir höfði á sér eða stokkið yfir stóra kassa. Aðrir kunnu löng orð eða gátu sungið fallega söngva. Allir gáfu þeim stjörnur. Sumir vimmar voru þaktir í stjörnum. Í hvert skipti sem þeir fengu stjörnur leið þeim undur vel og langaði mest til að gera eitthvað meira til að vinna sér inn enn fleiri stjörnur. En þeir sem kunnu ekki margt, þeir fengu svarta bletti. Gussi var einn af þeim. Hann reyndi að stökkva hátt eins og aðrir en hann datt alltaf. Þegar hann datt, þá hlupi allir að honum til að líma á hann bletti. Stundum rispaði hann sig þegar hann datt, fyrir það fékk hann bara enn fleiri bletti. Þegar hann reyndi að útskýra fyrir þeim af hverju hann hefði dottið, þá sagði hann eitthvað kjánalegt svo að hinir vimmarnir límdu á hann enn fleiri bletti. Smá saman var Gussi búinn að fá svo marga svarta bletti að honum langaði ekki að fara út. Hann var hræddur að gera eitthvað heimskulegt eins og að gleyma húinu sinni eða stíga ofan í poll. Þá fékk hann enn fleiri bletti. Hann var með svo marga bletti að stundum fékk hann bara fleiri bletti af þeirri ástæðu. Hann á þetta skilið, sögðu vimmarnir hver við annan og kinkuðu kolli til samþykkis. Hann er ekki góður spýtukall. Smám saman fór Gussi að trúa þeim. Ég er lélegur vimmi, sagði hann við sjálfan sig. Dag nokkun kynntist hann stelpu sem var hvorki með stjörnur né bletti. Hún var bara venjuleg spýtustelpa. Hún hét Lúcia. Marga langaði til að gefa henni límmiða, en þeir límdust ekki á hana. Sumir vimmarnir dáðust að henni vegna þess að hún hafði enga bletti og hlupu til hennar til að líma á hana stjörnu, en þær festust ekki við hana. Aðrir litu niður á hana vegna þess að hún var ekki með neina stjörnur og langaði til að líma á hana bletti, en þeir festust heldur ekki. Svona langar mig að vera, hugsaði Gussi. Ég vil ekki að aðrir sé að merkja mig. Hann fór að hitta þessa límmiðalausa Lúsíu og spurði hana hvernig hún færi að þessu. Það er mjög einfalt, svaraði Lúsía. Ég fer og hitti Eli á hverjum degi. Eli? Já, Eli trésmiðinn. Ég set hjá honum á verkstæðinu hans. Til hvers? Hvers vegna heimsækjur hann ekki bara sjálfur? Farðu upp á hæðina, hann er þar. Og með það kvaddi Lúsía og skundaði á braut. Já, en vill hann okkur hitta mig? Kallaði Gussi eftir henni. En hún heyrði það ekki. Gussi fór heim. Hann sat við gluggann og horfði á tréfólki þar sem það arkaði og gaf hvort öðru stjörnur og bletti. Þetta er ekki réttlátt, muldraði Gussi með sjálfu sér. Hann ákvað því að heimsækja Eli. Hann gekk upp mjóastíginn efst upp á hæðina og tiplaði inn á stóra verkstæðan. Allt þar inni var svo risavaxið að tréaugun hans Gussa stóðu á stilkum. Stóllinn var á hæð við hann. Ég þori ekki að vera hér. Hann snerist á hæli og ætlaði að rjúka út, en þá heyrði hann nafnið sitt. Gussi? Gussi stansaði. Gussi, hvað var gott að sjá þig. Komdu og leiðu mig að sjá þig. Gussi sneri sig hægt við og leit á stóra skeggjaða trésmiðinn. Vistu hvað ég heiti? Spurði við minn smávaxni. Auðvitað veit ég það, ég bjóði til. Eli laut niður og tók hann upp og sett hann upp á borðið hjá sér. Mér sýnist þú að hafa fengið á þig marga svarta bletti.
Ég ætla ekki að gera það, Eli, ég vandaði mig eins og ég gat. Þú þarft ekki að verja þig fyrir mér, vinu minn. Mér alveg sama hvað hinir vimmarnir hugsa. Þér sama? Já, og þér ætti líka að vera alveg sama. Hver gefur þeim leyfi til að líma stjörnur eða bletti? Þau eru vimmar eins og þú. Það skiptir ekki máli hvað þeim finnst, Gussi. Allt það sem skiptir máli hvað mér finnst og mér finnst þú vera frábær. Gussi hló. Ég? Frábær? Hvers vegna? Ég get ekki gengið hratt, ég get ekki stokkið. Málingin öll að flagna af mér. Hvers vegna skipti ég svona miklu máli? Eli leit á Gussa, lagði hendurnar á mjóu tréaxlirnar hans og sagði: vegna þess að ég á þig. Þess vegna þykir mér svo vænt þig. Gussi hafði aldrei fundið það áður að nokkur hafi litið á hann á þennan hátt. Hann var orðlaus. Á hverjum einasta degi ég búin að bíða eftir að þú kæmir, sagði Eli. Já, en ég kom að því ég hitti stelpu sem hafði enga miða á sig. Ég veit það. En hvers vegna límdi smiðarnir ekki á hana? Smiðurinn svaraði: vegna þess að hún hefur ákveðið að það sem mér finnst mikilvægara en álit annara. Límmiðarnir límast á því að því þú leyfir þeim það. Ha? Límmiðarnir límast bara á því ef þeir skipta þig máli. Því betur sem þú treystir á kærleika minn, því minna máli skipta límmiðarnir þig. Ég ekki alveg viss að ég skilji þetta, sagði Gussi. Eli brosti. Þú skilur þetta seinna, en það tekur tíma. Þú ert með mjög marga miða. Í bili skaltu láta þér duga að koma til mín á hverjum degi og láta mig minna þig á hvað mér þykir vænt þig. Mundu, sagði Eli þegar hann var að ganga út dyrnar. Þú ert frábær vegna þess að ég bjóð þig til og ég geri engin mistök. Gussi stansaði ekki, en hann hugsaði innst inn í hjartanu. Hann meinar þetta í alvöru. Og leið og hann hugsaði það, þá hvarf af honum blettir. Og þið verður bara að muna það að það skiptir voða litlu máli hvað aðrir finnst ykkur og það sem mikilvægast hvað Guð finnst ykkur og hann elskar ykkur öll að því hann bjó okkur öll til. Takk fyrir. En Ívo, gjörðu svo vel. Góðan. Let me ask you something. Má ég spyrja ykkur að einu? What do you say is the root of sin? Hver rót syndarinnar? Is it anger? Það reiði? Or is it greed? Eða græðgi? Or is it lust? Eða það girnd? The Bible says that the root of sin goes deeper. Biblían segir að rót syndar fer dýpra en það. Because at the core, sin says, I don't need God. Rauninni það þegar að fólk segir, ég þarf ekki að Guð að halda. And that is pride. Það kallast hroki. And pride seems to be the first sin in the universe. Þannig að hroki virðist vera fyrsta syndin í alheiminum. Because before murder, áður en að morða framið, before idolatry, áður en að tilbedla á líkneskjum there was a heart það var hjarta that said that I will rise above God. Sem að sagði við sjálfa sig, ég vil rísa Herren Guð. And Isaiah, prophet in the Old Testament, og Jesaja í Gamla testamentinu, spámaður, he describes Lucifer, hann lýsir honum Lúsifer, the morning star, morgunstjörnunni, the angel who became Satan, engillinn sem var svo Satan. him saying that I will ascend to the heavens. Hann sagði, ég mun fara upp til himnana. And I will make myself like the Most High. Og ég mun gerast líkur hinum hæsta. And when sin entered the earth, þegar syndin kom til jarðarinnar, it came with the same desire. Þá kom hún með þessari sömu löngun. Because when we read from Genesis in the beginning of the Bible, því þegar við lesum í fyrstu Mósebók sem byrjun Biblíunnar, what did serpent say to Eve? Hvað sagði þá snákurinn við Evu? He said, you will be like God. Þú munt verða eins og Guð. And that was the hook. Og þarna kom That's how
Þetta var, sagði sagt, gildranst og eins og Satan talaði. So basically, the serpent said, you will be independent. Þannig að snákurinn sagði í rauninni, þið munu vera sjálfstæð. And what happens when we start believing that we can make it without God? Og hvað gerist þegar við höldum að við getum þetta án Guðs? And have you ever thought, Hafið einhvern tímann hugsað út í það? I've got this, I don't need help. Ég með þetta, ég þarf ekki hjálp að halda. Could it be that the greatest danger in our lives is not what we fear? Gæti það verið að það hættulegasta í okkar lífi ekki það sem við hræðumst? We all have our fears. Við höfum öll ótta af einhverju. That the greatest danger is what we trust. Heldur það hættulegasta fyrir okkur það sem við treystum. So if we trust ourselves. Það að segja að við treystum á sjálf okkur. And this pride, Og þetta stolt, independence from Og- God, það að vera sjálfstæð frá Guði, it can show up in different ways. það eru margar ólíkar birtingamyndir á þessu. And let's look at two of them today. Við skulum athuga tvær birtingamyndir í dag. And the first is Fyrsta that we start thinking that we have it, we can handle it. að við höldum að við getum þetta. And we are strong enough, Við erum nógu sterk, wise enough, við erum nógu gáfuð, wealthy enough, nógu rík or healthy enough, eða nógu heilbrigð. so we have it. Þannig að við erum alveg með þetta. And the Bible gives us plenty of examples of people who thought exactly that way. Og Biblíun kemur með mörg dæmi fólk sem hugsaði svona. David, for example. Davíð til dæmis. David sat in his comfortable palace or home. Well, I don't know how big his palace was. Davíð var í höllinni sinni, í heimili sínu, ég veit ekki hvað höllin var stór. And he thought, Og hann hugsaði, I'll count my soldiers. ég ætla að telja hermennina mína. That, I'm strong now. Nú ég sterkur. So God had given David victory over his enemies. Guð var búinn að gefa Davíð sigur yfir óvinnu sínu. And David began to think that his strength is in his numbers. Og Davíð fór að hugsa að styrkur hans væri í það hversu margir hermenn væru. And Moses stood by the rock and he shouted, Og Móses stóð við klettin og hrópaði, must we bring water out of this rock for you? verðum við að ná vatni út úr þessum kletti fyrir ykkur. God had made many miracles through Moses. Guð var búinn að fremja mörgu kraftaverki gegnum Móse. And he was kind of thinking, okay, it's within me now. It comes out from myself. Og nú var hann fann að halda þetta væri að koma bara frá honum. And do you remember the rich man in the parable that Jesus spoke? Og munið eftir ríkamanninu sem að Jesús talaði í dæmisögunni. He had another big prophet. Hann var með annan stóran spámann. And he said, okay, I will build my storage house bigger. Og hann sagði, ég ætla að byggja hlöður mínar stærri. And that very night he died. Og akkurat þann daginn dó hann. And there was a king Nebuchadnezzar. Og það var líka til konungur sem hét Nebukadnesar. What did he say? Hvað sagði hann? He looked at his big kingdom Hann leit á alla sína fjársjóði and he said these words, og hann sagði, is this not the great Babylon I have built by my mighty power? þetta ekki hinn mikla Babylon sem ég hef byggt með mínu mætti? And what happened? Hvað gerðist þá? The Bible story says that at that moment everything changed. Biblían segir að þá hafi allt breyst. It says that while the words were still on his lips, Frá meðan orðin voru á vörunum hans, a voice came from heaven þá kom rödd að himni that your royal authority has been taken from you. að konungdómurinn væri tekinn frá honum. And he lost his throne, Hann tapaði konungssætinu he lost his power, og valdinu sem hann his hafði dignity, og virðingu sína and he lived like an animal. og hann lifði sem dýr And until one day, og einn daginn when he realized, oh, actually this is God from heaven who is giving it all to me. þegar hann uppgötvaði að þetta var í rauninni Guð sem var að gefa honum þetta allt And then God gave him his kingdom back. og þá fekk hann frá Guði aftur konungdæmið sitt. I had
a little similar experience like King Nebuchadnezzar. Ég lenti einu sinni í einhverju svipuðu eins og konungurinn Nebukadnessar. I didn't have an empire. Ég átti ekkert konungsríki, I didn't have a palace. átti ekki höll, I didn't have that much gold, átti ekki svona mikið gull eins og nothing close. ekki eins og nálægt í. But I had something that I valued very deeply. En ég átti eitthvað sem að ég kunni virkilega meta. And I valued very deeply my calling to work full time in the church. Ég kunni vel að meta köllun mín að vinna fullt starf fyrir kirkjuna. And I valued my calling that, oh, this is something very special. Og ég kunni vel að meta þessa köllun og mér fannst þetta mjög einstakt. And when you live with that kind of or any other calling, Og þegar maður lifir með svona köllun, it is easy to forget that, oh, it's actually from God. að það svo auðvelt að gleyma því að þetta kemur bara frá Guði. And people talk about capabilities, Guð talar getu and people talk about gifts. og fólk talar eitthvað sem maður fær sem gjöf eða náðargjöf. And I began to think, Og þegar ég var farin að halda you know, I want this, að ég vildi þetta and I chose this, og ég hafi valið þetta. and I started thinking that I was kind of a bit better than many others, Og ég var eiginlega farin að komast á þeirri niðurstöðu að ég væri eiginlega betri en aðrir. because many other people didn't want the same, Af því að sumt fólk vildi ekki það sama og ég. and they did not want to give themselves like in that way that I thought that I did. Og mér fannst þess að þau vildi ekki gefa sig til starfsins eins og ég vildi. And this happened 19 years ago, Þetta gerðist fyrir 19 árum síðan and suddenly everything changed. og þá allt í einu breyttist allt. I burned out, Ég var fyrir kulnun and I felt like falling through the fall into a big hole. og mér fannst eins og ég hefði dottið í gegnum gólfið ofan í djúpa hólu. And suddenly I was in a dark place and I couldn't explain it. Og ég var allt í einu á myrkum stað og ég gat ekki útskýrt þetta. And for about a month I lived in a big despair. Og í heilan mánuð þá lifði ég í mikilli örvæntingu And I felt that I no longer wanted to work for God. og mér fannst eins og mig langaði ekki lengur til að vinna fyrir Guð. So days went by, Þannig að og dagarnir liðu and then I felt that I no longer wanted to be a Christian anymore. og þá fannst mér eins og ég vildi ekki lengur vera kristinn. And then it went, one extra step further, Og svo fór þetta aðeins lengra and I felt that I didn't even want to live anymore. og þá leiði mér eins og ég vildi ekki einu sinni lifa lengur. And that shook me. Og það hristi virkilega við mér. And these are all very common feelings or thoughts when somebody is burned out or suffering depression. Þetta tilfinningar og hugsanir sem mjög algengar hjá fólki sem að fara gegnum þunglyndi. A long dark tunnel. Þetta löng myrk göng And I was in it. og ég var þarna inn í þessum göngum. And then it happened next month in November in that year. Og svo í november næsta mánuð, það sama ár, I attended a meeting of pastors and church workers from different denominations. og fór ég á fund með starfsfólki og prestum frá kirkjunu, frá ýmsum kirkjudeildum. Such a gathering happened on that island where we lived every month. Þetta gerðist alltaf einu sinni í mánuð á þessari eyju þar sem við bjuggum á þá. And in these meetings, everybody took turns and they shared something. Og þarna fóru allir til skiptis upp og deildu ykkur með fólkinu. And you know how it goes. Some people say something short, Og þið veitir hvernig það sumir segja eitthvað bara stutt. and some are filled more with spirit and they say more. Og aðrir kannski fylltir að meiri andagift og Very segja meira. very lengthy speeches. Og með langar ræður. But then there was this seasoned servant of God, an old Baptist minister. Og þarna kom gamall prestur, baptistaprestur sem hafði mikla reynslu. His name was Herman. Hann hét Herman. He was actually my next door neighbor. Og hann var reyndar nágranni minn, bara við bara næsta hús. Or next house neighbor. He lived next to our church where we also lived. Hann bjó við hliðin á kirkjunni þar sem við bjuggum einnig. And when his turn came, he read Philippians 2:13. Og þegar hann kom upp og las hann Filippibréf 2:13 And it says there, og þar stendur
For it is God who works in you to will and to act according to his good purpose. Því að það Guð sem verkar í yður, bæði að vilja og framkvæma sér til velþóknunar. He also added a comment to this verse. Svo sagði hann eitthvað í tengslum við þetta vers. I don't remember what it was, Ég man ekki hvað hann sagði, but I remember the verse. en ég man alltaf eftir versinu. And I remember that it hit me like a lightning. Og það kom alveg til mín eins og þruma. And in that moment, I suddenly realized Og allt í einu uppgötaði ég þarna. it was like King Nebuchadnezzar moment when he was like an animal, Þetta var eins og þegar konungurinn Nebúkadnesar var eins og dýr that it is from God. og hann uppgötaði að þetta væri frá Guði. That even the fact that we want something, it is from God. Jafnvel það að við viljum eitthvað, það líka frá Guði. Not only the doing, Ekki bara það að gera, but also the wanting is from God. heldur líka það að vilja. Það frá Guði. This is not something that I muster up myself. Þetta ekki eitthvað sem að ég bara næja að gera svona flott. For it is God who works in you to will and to act according to his good purpose. Því að það Guð sem verkar í yður bæði að vilja og framkvæma sér til velþóknunar. And I saw suddenly that I had nothing without God's gift. Og ég sá það ég að hafði ekki neitt til að frambera án þess að fá þessa gjöf frá Guði. And right there when I was sitting on my chair, Og þarna þegar ég sat á stólnum I felt this warmth filling me again. og þá fann ég fyrir hlýju sem að fyllti mig And I felt how the desire to live and Wow. to be with God and to serve God came back. og ég fann fyrir þessari löngun að vilja áfram þjóna Guði og vera með honum. Þessi tilfinning kom aftur til mín. So this was beginning of my healing again. Og þarna byrjaði ég að öðlast lækningu. And this is one expression of pride. Þetta var ein birtingarmynd stolts. We start thinking that we have it. Við höldum að við höfum þetta allt. What is another one? Hvað önnur birtingarmynd? When we start thinking that I have it, Þegar við höldum að við erum aldeilis með þetta, something else often follows. þá oft annað sem kemur. And I believe if I believe I have what it takes, Ef að ég trúi því að ég hafi nákvæmlega það sem þarf til að bera, I also start feeling that I can also decide about others. að þá finnst mér líka að ég geti ákveðið fyrir aðra. For example, to measure the motives Til dæmis að ákveða hvað býr að baki því sem or fólk gerir to condemn their choices. eða fordæma val þeirra. So pride doesn't only make us independent from God, Þannig að stolt gerir það ekki bara að verkum að við séum sjálfstæð án Guðs, it also makes us want to sit in his seat. að þá gerir það líka það verkum að við viljum rauninni sitja í hans sæti, In his throne. að vera á hans hásæti. There was this good Pharisee in Jesus' story in Luke 18. Í Lúkas 18 þá var þar einn góður farisei á dögum Jesú. He lived a very good life. Hann lifði mjög góðu lífi And he went to a temple og hann fór til meistarisins and he prayed, God, I thank you that I'm not like the other men. og hann sagði, Guð, ég þakka þér fyrir að ég ekki eins og aðri menn. And there was Jonah. Og svo var það Jónas, And Jonah was angry that God showed mercy to Nineveh, og Jónas var reiður út í Guð fyrir að vera miskunnsamur við íbúa Nínive, wicked people. þetta grimma fólk. There was the older brother in the story of the prodigal son. Og þarna var líka eldri bróðurinn í sögunum týnda soni. And he refused to extend grace to his brother, Hann vildi ekki veita bróður sínum náð to his crazy brother. til þess að vilta bróður síns. So pride moves from I am right Þannig að stoltið fer yfir það að ég hefa rétt að standa to, I can judge you. Yfir á það að ég get dæmt þig. So pride compares. Þannig að stoltið það byrja að bera fólk saman. And pride condemns. Og stoltið það líka fordæmir. And Jesus spoke directly to this in Matthew 7. Og Jesús talaði það beint í Matteusarguðspjalli 7. kafla. So in the first verse there,
Fyrsta versinu He það, says, do not judge so that you will not be judged. dæmið ekki svo þér verði ekki dæmdir. And then third verse, Og í þriðja versinu, said, why do you look at the speck that is in your brother's eye af hverju lítið á flísina í auga bróður ykkar or in your sister's eye? eða í augum systur ykkar. But do not notice the log that is in your own eye. En takið ekki eftir bjálkanum sem í þínu eigin auga. How big is speck? Hvað flís? I said, tiny, tiny, tiny. Það eitthvað svona pingulítið sem að valla sér. Many of us don't even see it without our glasses. Og við sum okkur sjáum það ekki eins og nema að hafa glerugu. And how big is a log? Og hversu stór planki eða, já. Sure, I mean, it depends. You know, it Það fer can eftir því be hvernig, 1 meter or 2 or 3. já, bjálki getur verið 1 meter eða margir metrar. Anyway, Jesus is exaggerating. A log cannot be in your eye. Þannig að Jesús náttúrulega ígja, við getum ekki haft planka í auganu, It's big. en hann stór. And think about this. Að hugsið aðeins út í þetta. You're driving your car Þið að keyra bílinn ykkar and someone cuts you off. og einhver svínar fyrir ykkur. What's your first thought? Hver fyrsta hugsunin sem kemur upp í hugan? What a fool! Æ, hvaða vitleysingur þetta? Maybe you even think, what an idiot. Já, hvaða heimskiki þetta? And we don't stop there. Við hættum ekki þar. We don't just judge the action that happened. Við dæmum ekki bara það sem var gert. We judge the person who committed that action. Við dæmum líka manneskuna sem gerði þetta. We assume the motives. Við gerum ráð fyrir af hverju, hver var tilgangur So þessarar. we immediately write the verdict in our head. Þannig að við erum strax búin að skrifa niður í huga okkar dóminn Guilty. segur. Needs to be punished. Og það þarf að hegna þessum einstaklingum. I wish the police may catch him. Mætti lögreglan ná honum. And it doesn't end with traffic. Og þetta ekki bara í umferðinni. It happens in our workplace Þetta gerist á or vinnustaðnum, in family, í fjölskyldum, in church. í kirkjunni. We may do the same. Við gerum kannski það, já við gerum jáfnvel það sama. We say selfish, Eigingjarn, lazy. latur. And in church, it may sound like this. Kannski getur þetta hljóma svona í kirkjunni. So she's not really committed. Hún ekki búin að tileinka sér alveg Guði. And he's just doing that for attention. Hann bara að gera þetta alltaf á athygli. And she's doing that because she's just evil. En hún bara að gera þetta af því hún grimm. And we start measuring hearts. Og við byrjum að mæla hjörtun. But we do not see the hearts. En við sjáum ekki hjartað. And that's why James warns, it's James chapter 4. Já, þess vegna segir James, hann varar okkur við, Jakob, afsakið, í And kafla 4. verse 11, it says, do not speak against one another, brothers and sisters. Og í 11. versið stendur, tala ekki illa hver annan bræður. And in the verse 12, it says, there is only one lawgiver and judge, Og í 12. versið stendur, það bara einn löggjafi og dómari. the one who is able to save and to destroy. Sá sem getur frelsað og tortímt. And it says, but who are you? En hver ert þú, segir hann. So these are two common expressions of pride in our lives. Þannig að þetta það algengasta birtingamynd stolts í lífi okkar. The first one was that thinking that we have it Fyrst að halda, já, við getum þetta, við erum þetta. on our own. Alveg án annara hjálpar. So being independent from God. Vera alveg sjálfstæð frá Guði. And the other is sitting instead of God, Og hitt að setja okkur í stað Guðs. deciding about others. Ákveða atriði varðandi aðra. So the wiser we are, Því mun meiri visku sem við höfum, or the richer we are, því mun ríkari sem við erum, or the more beautiful we are, eða því mun fallegri sem við erum, or more committed we become, eða hversu mikið við helgum okkur Guði, or when God is working miracles in our lives, eða þegar Guð fer að vinna kraftaverk í lífum okkar, or when God is helping us in great ways. eða þegar Guð að hjálpa okkur stórkostlega, The danger grows that we become proud. að þá hætt við því að við verðum stolt.
And that's why James in the same chapter 4, Og þess vegna segir Jakob í 4. kapla, it's second half of verse 6. og þá það síðari helmingur 7. versins. It says, God is opposed to the proud, Guð stendur gegn dramblátum, but gives grace to the humble. en auðmjúkum veitir hann náð. It says, submit therefore to God, Gefið þér því Guð á vald. but resist the devil and he will flee from you. Standið gegn djöflunum og þá mun hann flýja yður. Notice this here, Takið eftir þessu hérna. is that God is opposed. Guð stendur gegn. Wow. Það mikið. Because Það stórt. pride is from the devil. Því að stoltið eða dramblætið kemur frá djöflunum. It says that when we are proud, Þegar við erum God is stolt, opposed to us. þá stendur Guð gegn okkur. It says resist the devil. Og svo stendur standið gegn djöflunum. And if we are not allowed to judge others, Ef okkur ekki leyft að dæma aðra, that leaves us in a very vulnerable place. að þá erum við í mjög viðkvæmri stöðu. Because life is so uncertain. Því að lífið svo óvist eða óútreiknanlegt. And sure, we all know that people are difficult. Og við vitum alveg að fólk erfitt. And injustice happens. Og við vitum líka að óréttlæti á sér stað. And sometimes we feel powerless. Og stundum finnst okkur eins og við höfum ekki neitt vald. So we need the urge to react. Þannig að við viljum, who to react? We need the urge to react. Já, þannig að við finnum fyrir að við þurfum einhvern veginn að bregðast við. So what do we do then? Hvað gerum við þá? Have you ever noticed that both James and Peter are quoting the same thing? Hafið einhvern tekið eftir því að bæði Pétur og Jakob eru að vitna í sama versið. It's 1 Peter chapter 5, Ef við förum í 1. Pétursbréf 5. kapla, and it's verse 5 and 6. And Peter is saying the same thing as James. og hérna Pétur að segja það sama í Ef- 5. kapla 5. versi. Exactly the same sentence. Nákvæmlega sama og Jakob var að segja nákvæmlega eins setningu. It says, God is opposed to the proud, Guð stendur gegn dramblátum, but he gives grace to the humble. en auðmjúkum veitir hann náð. So God is opposed to the proud Guð stendur gegn dramblátum, and gives grace to the humble. en auðmjúkum veitir hann náð. It says, therefore humble yourselves under the mighty hand of God, so that he may exalt you at the proper time. Auðmikið yður því undir Guðs voldugu hönd, til þess að hann á sínum tíma upphefji yður. So Peter is talking to someone who feels that he or she is an unjust place. Pétur að tala við eitthvað sem að líður eins og hann sé ekki beittur réttlæti. He's basically saying, bring your uncertainties to him. Hann að segja, taki þessa óvissu sem þú byrð við til Guðs. He says, bring your fears about the future. Komið með ótta ykkar varandi framtíðina. He says, bring the struggles with people. Komið með þessi átök sem þið eigið við fólk. Bring your disappointments. Komið með þessi vonbrigði He says, bring your anger. og reiðin ykkar, He says, bring everything. allt. And humility is not weakness. Og það að vera auðmjúkur ekki veikleiki. Humility, opposed to proud, is trust. Auðmýkt fram fyrir að vera stoltur, það að vera, what did you say that humility is? Humility is trust. Að það að treysta. It is saying, God, I don't have it, but you do. Við erum í raun að segja, Guð, ég ekki með þetta, en þú ert með þetta. And humility is refusing to take the seat of God. Og auðmýkt að neita að taka sæti Guðs. It is choosing the servant's place. Það að velja það að vera þjónn. Humility is trusting that God sees, Auðmýkt að treysta því að Guð sjáu, God hears, að hann heyri and God is able to act. og að Guð geti starfað fyrir okkur. And humility is also trusting that everything that we have is from God. Og auðmýkt líka það að allt sem við höfum kemur frá Guði. God can give us,
Guð getur gefið okkur and God can also take. og Guð getur líka tekið frá okkur. And there's the hard part. Og það það sem erfitt. Humility doesn't mean that everything in our lives will suddenly make sense. Auðmýkt þýðir samt ekki að það muni bara allt vera bara eðlilegt frammi fyrir manni. We will still have lífinu. questions why one or the other thing is allowed to happen. Við munum áfram hafa þessar spurningar. Af hverju þetta eða hitt leyft að gerast? But it means that we trust God enough En þetta þýðir að við treystum Guði nógu mikið to let Him hold what we cannot fix ourselves. að leyfa honum að halda utan það sem við getum ekki lagfært. And it is trusting God to carry what we ourselves are not able to carry. Og treysta Guði fyrir því að bera það sem við getum sjálf ekki borið. So here's the question. Og þannig að nú erum við með spurningu. Where do you need to humble yourselves Hvar hefur today? þú þörf til þess að auðmýkja þig í dag? And is it in your plans Það í áformum þínum? or in your relationships Eða það í samböndum, samskiptum við aðra? or in your pain Eða í sársaukanum sem or þú in hefur? your anger? Eða í reiðinni? Will you lay it down before God? Will you lay it down before God Já, mynd þú leggja þetta fram fyrir Guð and say that, God, I trust you more og segja við Guð, ég treysti þér meira than I trust myself? heldur en ég treysti mér. Because God Því að Guð, is opposed hann stendur gegn to whom? hverju? Proud. Dramblátum. And He gives grace Og hverjum veitir hann náð? to whom? Hverjum? To humble. Auðmjúkum. Amen. Amen. Takk Ívo fyrir góða ræðu og við endum á sálminu sem að það ekki 399, jú, það er 399. Sálmur 399.
Dear Father in heaven, Kæri faðir á himnum, you have created everything, þú hefur skapað allt. and you have given your Son, Jesus Christ, Þú hefur gefið son þinn, Jesú Krist, who gave up everything sem gaf allt á bátinn, to be like us svo hann geti verið eins og við, and to save everyone who believes in him. og til að bjarga öllum sem trúa á hann. And this was against all pride Þetta fór gegn öllu stolti, and Lord, we want to be like Jesus. og við viljum vera eins og Jesús drottinn. And we want to look at him Við viljum líta til hans and become more and more like him. og verða líkari honum á hverjum degi. Please, with your Holy Spirit, do this work in us. Vilt þú með þínum heilaga anda vinna þetta verk í okkur? And we want to ask this blessing. Og við viljum biðja blessunar. Lord, bless you and keep you. Drottinn blessi þig og varveiti þig. The Lord make his face shine on you Drottinn láti sína ásýn að lýsa yfir þér and be gracious to you. og sé þér náðugur. The Lord lift up his countenance on you Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig and give you peace. og gefi þér frið. Amen. Amen. Amen.